Bjarki Hilmarsson, Þráinn Freyr, Jóhannes Jóhannesson, Bjarni Gunnar og ég sjálfur. Og bara til að lengja þetta sem minnst þá ætti ég bara að segja hvaða fjórir komist áfram sem keppa til úrslita hér í Hörpunni sunnudaginn 1. mars. Og það verður keppt með mystery basket fyrirkomulagi, þannig keppindur fá lítið sem ekkert að vita bæði hráefni og aðstöðu. En það verður kynnt á laugardaginn klukkan 4 hér í Hörpunni. Þeir sem komast áfram, það er Axel Klausen, fiskmarkverðinn, Steinn Óskar, Vodafone, Kristoffer Hamilton Lam, Atli Erlendsson, Grilli. Það er flott að fá að mynda af hópnum líka. Þetta er eitthvað strák. For the grand final, the other two have already done the... En verhaal tegen daar. Valentijn kan Marcel net naar de wereld. Nee. Við gefum 2 einkanir. Kom að taka þetta strákar. Góð! Hann fáið sýningu til skil.
Það var bara svona lífrænt ræktað grænmeti. Já. Galt alltaf myndamann sko. Þau eru bara góðir sko. Það er ekki bara best. Hvað segir þú? Best bara við tökum þetta beint á borðinu í neyndu. Þú ekki klaskast það niður? Og Ragnarblóð, samið hindi ég, góðsvarið fyrir klúbb Mannesklumeistara sem hefur staðið með keppnina ársins hér í dag. Virkilega gaman að fá að vera hér í Hörpunni með þessa keppni sem að á svo sannarlega erindi. Og Ari Freyr Valdimarsson sem við sjá á grillinu. Is that for you? Oh, wow. Thank you. Thank you very much. Það eru Kristófer Framöndur Lóf, Steinn Óskar Sigurðsson, Atli Erlendsson og Axel Klausen. Ég vona þessi spenna í húsinu við tilkynnum sigurvegarann í keppninni Matistafan ársins hérna og ég stappa Matistafan ársins 2015 er Atli Þórður. Að launum keppnisinn í keppninni Nordic Chef fyrir Íslands hönd sem fer fram í áramót í júní. 250 skólar í verðarfér, eignafleikar, Ja,